Heilar beinagrindur dýra og aðrir munir fundust í nýju sprungunni í Almannagjá í dag. Fornleifafræðingar telja það benda til þess að þarna hafi verið blótstaður. Fái staðir eru eins þekktir fyrir fornmuni og Þingvellir. Aðeins 2 ár frá því að fornleifafræðingar fundu þar gullpeninga, hring og aðrar minjar. Það voru sigmenn frá Hellarannsóknarfélaginu sem fundu munina í dag og sigu fornleifafræðingar niður í Gjána síðdegis. Þetta var mjög merkilegt að sjá. Það voru þarna dýrabein, mikið magna dýrabeinum þarna mjög neðarlega í þessari gjótu. En það sem að mér virtist vera þarna eru dýr í heilu lagi. Þannig að þarna dýrum hent niður sem bendir til að þetta sé ekki rusl. Þetta gæti verið einhvers konar fórnarstaður. Þá sáust greinilega rúnaristur á veggjum gjárinnar. Þetta virðist vera fúþark, en það þá sérfræðing eins og svo oft áður. Fúþarkið er mörg afbrigði af því og það er ekki bara nóg að læra eitthvað eitt, heldur eru vilt sérfræðingar sem að greina það og það verða annarkvort fenginn einhver niður í Gjána eða tekna myndir og sendi greiningar til þess að reyna að finna út hvað stendur þarna. Enn og eftir að greina aldur munana og sumir þeirra eru afar torkennilegir eins og hauskúpan sem sigmenn komu upp með í morgun. If we could date this, it could actually come up trumps for us. So I'll be reporting back to the University of Reading and hopefully we should be able to find some sort of date for this. We'll certainly be carbon dating it within the next 3 weeks and we should have our results in a month. Uppgröfturinn vakti mikla athygli fólks sem lagði leið sína nýju Gjáni í dag, enda aðstæður á staðnum afar erfiðar. Í kvöld stendur til að setja upp ljós í og við Gjána til að auðvelda fornleifafræðingum vinnuna. Hugsanlega þarf að síga þarna niður og hanga í beltum við vinnuna, en við höfum lent í ýmsum aðstæðum við fornleifarannsóknir og þetta verður mikil vinna að reyna að komast að þessu.